Komið sæl aftur. Það skeiði hérna dálítið skrítið í fyrra haust. Ég var að hjálpa konunni heima. Hún var með, ég var búin að búa handinni í nokkuð stór, blómabið voru ekki til að rækta kál og kartöflu og ýmislegt annað. Þær eru allar í því þær tælið, sko. Þær borða svo mikið af sínum eigin, ekkert að því. Ég bjó fyrir hennar flotta svona úr pallagrindum og 3 pallagrindur og það var tölvöld mold og annað sem fór í það. En við þurftum að hreinsa það fyrir haustið. Þannig ég þurfti að hreinsa áður en ég fór. Og ég var ekki frá því að daginn áður eða að ég hef verið búin að vera pínulítið slappur. En allavega ég þurfti að hreinsa þetta og það voru, ég mokaði sína 10 moldapoka og þetta voru moldapokar eins og semensbokar, 50 kíló eitthvað svona. En ég hef aldrei verið að lífa mér og maður alltaf að lyfta einhver djöfullin og ég hef búin að vera fulla í þetta verkstæði fyrir mig mánuðin og undan þessu, þannig að ég var ekkert óvanur að vera að djöflast. En þegar ég er að bera pókana, ég er bara búin að taka 5 af þeim, þá finn ég að það er einhver djöfullin í hausnum og mér byrjar að svima. Og ég tek annan póka, þá finn ég bara að það er einhver fjandinn að ske og ég finn að ég bara byrja að ríða og dúan var aðeins, hún var hinum inn þessu blómabeðum, ég var að setja pókana þessar átt að vera í vetur og ég kalli dúan, og beð hann að koma að hjálpa mér að sé eitthvað að og rétt næja kalli hana, hún kemur og þá er ég bara rétt get haldið mig uppi. Þetta voru bara 10 metrar, ég var út á bílastæðin okkar, það sé alltaf að geyma pókana, það var bara að komast yfir íbúðin okkar. Hún var að styðja mig, bara halda mér uppi, ég var bara nýja niður og ég rétt komst inn hurðina og þar bara dundraði ég í gólfi og var bara, ég sá og heyrði, ég gat ekki hreyft augu ekki neitt og ég heyrði allt sem þau sögðu og rétt á eftir kom dóttir mín og náttúrulega algjörlega í sjokki vegna þess að Rósa okkar dóu strók og ég var komið með strók þarna, það var ekkert elsku mamma það og það er náttúrulega algjör paník og þau standa þetta og ég horfa á þau, ég get ekki tjá mig algjörlega lamaður, munnur gat ekkert og þau sá á mér að ég var lamaður. Það er hringt í sjúkrabíl og það tók nú eiginlega 20 mínútur áður en hann kom, þannig að þegar þeir koma og byrja að stumra yfir mér, þá byrja ég að fá kraftinn tilbaka. Og þeir geta reist mig upp en setja mig samt í börurnar og upp á spítala með mig og þarna klukkan á 5 eða 6 kvöldi til og það er þegar ég kom upp á spítala þá er ég komið meðvitund byrjar að geta að tala og þeir eru þarna að djöflast í mér í 2-3 tíma en sko ég á aldrei eftir að fyrirgefa það sem þeir réttar að sagt ekki gerðu vegna þess að þeir settu mig ekki í skannerinn stóra sem þá hefur séð hvað var að og ég kem að því aðeins seinna. Þeir bara, og sko þetta er vandamál mig og Helga, við erum enga grenjuskjóðu, við djöflustum og ég áttur að koma því seinna, mamma er nú dáin en Hulda dóttir mín er miðill og mamma kom í gegnum hana eftir þetta og sagði mér Stefán, þú ert ekkert að drepast en nú skalt þú hlusta á líkamann á mér og það er kannski sem við höfum aldrei gert hvort ég eða Helgi, allavega ég kom upp á spítal og þeir eru djöflast þetta í mér og gaf mér einhverja sprautur og annað en senda mig svo heim Gugga dóttir mín eða dúan tekur mig heim og allt í lagi en daginn eftir ég finn það að ég er ekki samur það er einhver djöfullin að bögga mig og en ég fer bara varlega mjög stiltur og ég var að fara til Þælands nokkra daga og það er þess vegna sem ég reiður út í að Svíarnir setti mig ekki í skanninu þarna vegna þess
svo líða dagarnir og ég finn að ég er ekki perfekt, en ég ákveð samt að fara til Dallas. Flugið allt gengur eðlilega, ég kem til Dallas, leigubíl býður eftir mig eins og dúan, svo alltaf gengur frá því þannig að það bara bíl sem býður eftir mig upp á flugvelli og ég kem heim og hana, en strax svo ég kem heim þá finn ég að þetta er ekki í lagi og ég fæ svimaköst og verð að leggja mig út af. Það er bara eitthvað er að og það líða svona 2 eða 3 dagar og ég fæ upp í 2 svimaköst á dag. Svo á 3. degi þá hugsaði, það er hérna grannákar hérna, Magnús heitir hann, býr hérna í hverfinu, bara í næstu götu og indælis maður og indælis hjón og við tölustum við og annað. Ég hringi Magga og segi, heyrðu Maggi minn, ég verð að biðja að taka mig upp á spítala, það er eitthvað sem er ekki í lagi með mig núna og ég hérna, en ég veit hann vaknar alltaf seint hann Maggi og ég segi, Maggi minn, þú kemur bara þegar þú ert tilbúin, það er ekkert, það er engin panik, ég var bara að fara öryggisástæðan. Svo líður hálftími eða 40 mínútur og þá er ég bara búinn að fá alvarlegt kast. Þegar Maggi kemur inn, þá er ég bara rænulaus í sófanum. Ég náði að komast upp í sófanum og leggjast niður og þá er ég bara komið nákvæmlega saman í Svíþjóð, sömu lömunna. Ég sé þau, heyri ekkert í þeim og þau náttúrulega hringi sjúkrabíl alveg í hvelli og það kemur sjúkrabíl og næri mig og þetta verður eitthvað með hádegisbilið. Ég myndi segja konu upp á spítal eitthvað 4-5 leyti daginn og það er ekkert, elsku mamma, þegar ég kemur upp á spítalinn í Tælandi og þess vegna ég er nú að segja ykkur þessa aukasögu hérna, þá er ég bara beint í skannerinn og innan klukkutíma er læknirinn komið með litmynd af hausnum á mér og æð inn í hausnum á mér sem er allt og þröng og hérna segir mér nákvæmlega hvað þurfa að gera, að það sé mjög erfitt að komast að henni til þess að blása hann út eða gera eitthvað annað, þannig að hann ætla að byrja með meðölum, blóðþynningameðölum og ég sendu bara beint upp á gjörgæslu og gjörgæslan er það flottasta sem ég hef séð og ég er að segja ykkur út af þessu vegna þess að ef ég verð veikur þá veit ég hvergi annars að vera veikur og drepast en á þessum spítala, svo þið vitið það að ég er bara komið þarna upp eftir 1 eða 2 tímar ég kom upp á gjörgæslu og hún er svo flott að það eru eina 10 stofur, gjörgæslustofur myndi ég segja þetta, cirka taldi ég það og það er gler fyrir framann, þú ert lokaður inn í herbyggi og hérna, en það er manneskja fyrir utan hverja, ég gat ekki lyft litla fingri, þá var hún komin, litla fingri, það var svoleiðis passað upp á mig og hérna, ég verði að segja, ég verði að láta klökkur út af þessu vegna þess, þetta er það besta þjónusta sem ég nokkuð tíðan fengi í lífinu mínu og ég hef verið á spítulum í 3 löndum og Ameríka gefur náttúrulega skíti, ég var á spítala þar en ekki svona, ekki til að gera eitthvað stóra hluti en spítalarnir þar og Svíþjóð á ég náttúrulega líf mitt að launa fyrir spítalarnir í Svíþjóð í samband við krabbann sem ég fekk og en sko í Svíþjóð er eins og Ísland, þú fer ekki til á spítala með hálftíma fyrirvara. Þegar þú kemur inn á Bangkok Hospital þá er tekið á móti þér og þú ert komin á alla handana deildir innan klukkutíma er komin þín læknir eins og þetta og þetta er náttúrulega það sem við erum búin að vera, ég er búin að vera með Helga í ótal prógram, megrun og ýmislegt annað, þannig að ég þekki Bangkok Hospital mjög vel að hérna að sko þetta er ótrúlegt. Allavega ég var svo reiður út í Svíana að þeir skildi ekki senda minn skannir vegna þess að ég gat alveg strepist í flugvélinni. Hefði þetta komið fyrir mig í flugvélinni þá veit ég ekkert hvað þið skeð.
Ég ætla kannski pínulítið að kenna sjálfum kannski var ég of mikið að rembast að vera ég hefði kannski átt að greina að gera einhver djöfulinn svo þeir eru sendt mér þennan skanner, en allavega ég setti mig ekki í hann, sendu mig heim og sögðu allt væri í lagi. Það var ekkert allt í lagi. Svo ég þarna, ég náttúrulega með tryggingar og þær virkuðu perfekt, en þær verða að virka, ég get alveg sagt ykkur það var alveg tékkað, ég var ekki að tékkaður út af spítalanum fyrir þeir voru búin að fá sína peninga, og það mjög flott system. Ég talaði við Svía sem var þarna koordinator fyrir spítalan, hann var milliliður milli kunnana og tryggingafélags, og það fer eitthvað gegnum SOS í Danmörku. Það er rosalega flott system, sko. Menn hafa verið bara sóttir í einkaflugvél sjúkraflugvél, flogið með til Danmörkur eða Svíþjóðar. Þannig að ef þú ert með tryggingarna í lagi, þá allt í lagi. Ég var 4 sólarhringa, 2 í gjörgæslu og síðan var ég komin í sérherbyggi og allt í stæl það líka. Og sko, ég ætla að segja við ykkur, sko, ég get verið kannski gamaldags en maður hefur aldrei lent í þessu þegar ekkert virkar í manni og maður getur ekki skítið að gert neitt, maður dálítið lítill, maður verður lítill innan með sér. Og svo koma þessar elskur og eiga að fara að gera þetta, láta mann gera þetta, maður getur feiminn, ég bara feiminn. En þær voru svo elskulegar, þessar dömur, elskulegar þarna inn á gjörgæslunni, og ég átti að fara á klósetti, ég rak þær allar út þegar maður hugsaður þetta, en ekki málið, þær fór út og dróðu fyrir og meðan ég gerði mína þarfir, og svo komu þessar elskur, og þetta svo elskulegt fólk. Ég hef alltaf verið veikur fyrir hjúkum, en ég meina ekki hefur að minnka hérna í Tælandi. Þetta yndislegt fólk. En ég var inn í 4 daga og svo kom reikningurinn, og það getur nú verið ég seti kopí á honum inn fyrir ykkur ef þið viljið eitthvað aðeins stúdar hann. Reikningurinn kom og hann var akkurat upp á 100.000 bata, 99.000, og ég ekkert viss að hann hefði verið ódýrari í Svíþjóð eða Íslandi, það sem var gert með mig og þá þjónustu sem ég fékk. Þannig að menn að tala að það getur verið og sko, bara svo þið vitið það, þeir sem ekki með tryggingar, þeir fara ekki á Bangkok Hospital. Það eru margir að strákóni hérna vinum mínum, og þeir fara á ýmsa aðra spítala hérna í Tælandi, og það eru góði spítalar, en það ekki sami fyrsti klassa servicin, og það ekki hlaupið til hand og fóta þegar þú kemur inn. Ég meina Bangkok Hospital, ég var ekki búinn að parkera út á plani, þá kom gólbíl til að keyra mig að spítalinn sem var ekkert með 5 mínútur að labba yfir, ég ætlaði að fara að labba. Svona það. Og hjólastól, ef þú veit eitthvað óstöðu, beint í hjólastól með þú trilla út allt í hjólastól. Og þegar þú ert komin, sko, maður lært svo mikið að þessu, að sko, þegar þú kemur og átt að mæta eitthvað, þá þær byrjar að taka mæla þig og vikta þig og gera allan handa kunstir fyrir læknirinn, áðurinn, síðan býður kannski 10 mínútur korter, þá læknirinn með allt hvað þarf að gera og hvað aðeins. Þannig að þetta svo flott system. Við Helgi vorum búin að finna út úr því, sko, að það var ekki nóg að gefa Bangkok Hospital 10, við ætlum að gefa honum 15 fyrir þjónustu, vegna þess við höfum aldrei séð neitt, en ég vil taka það fram við alla sem hafa einhvern áhuga á minni hjálp, passið að tryggingarnar eitthvað sé í lagi, vegna þess að annars getið þið þurft að enda einhvers staðar annars staðar, og það eru staðir sem ég ekki þekki. Ég þekki bara menn sem hafa verið þar, fengi góða þjónustu, en þá hafa þið þurft að bíða, ég hef fleiri tíma eftir að fá þjónustu annað. En þetta bara svona smá skot í sambandi við, þannig að ég kem hérna til Tælands í fyrra,
enda beint inn á Bangkok Hospital og börnin mín voru náttúrulega í sjokki. Ég fæ strók heima, hoppa hérna yfir og beint inn á spítala þegar það leit náttúrulega ekki vel út, sko. En síðan ég kom út af spítalanum hef ég ekki fundið fyrir neinu. Ég tek þessi blóðþynningameðul og ég kann mannlega fullt af pillum fyrstu 2 mánuðina. Ég haf með 8 eða 10 pillur sem ég taka, þess að ég hata pillur. En þegar ég mætti næst, þá fór það niður í helmingi, ég tek 4 pillur í dag. Svo ég get alveg á þetta. En allavega, ég bara gefa ykkur smá innsýn hvernig hlutirnir geta vera. Ég ætla að setja þetta einhvers staðar kringum þjónustuna, spítala þjónustu. Bless.